Jæja. Já. Sólveig var að tilbúin byrja. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. nóvember 2014. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa allra flokka griðasvæði hvala í Faxaflóa. Þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, frá árinu 2007, þegar Íslendingar hófu aftur viðskiptaveiðar á hrefnu, hafa 90% allra dýra verið veidd í Faxaflóa. Á sama tíma hafa hvalaskoðunarfyrirtæki verið að byggja upp og þróa starfsemi sína og eðli málsins samkvæmt hafa talsverðir árekstrar átt sér stað á milli hvalaskoðunarfyrirtækja og hrefnuveiðimanna. Hvalveiðarnar hófust árið 2007 eins og áður segir og voru stundaðar af 3 aðilum allt fram á þetta ár þegar aðeins 1 fyrirtæki gerði hrefnuveiðar út frá Hafnarfirði. Samkvæmt Fiskistofu hafa 289 hrefnur verið veiddar frá árinu 2009 en í ár hafa aðeins veiðst 23 hrefnur af 229 dýra kvóta eða 10%. Á sama tíma sjást hrefnur sjaldnar en áður í hvalaskoðunarferðum. Árið 2013 sáust þær í 92% ferða í samanburði við 97% ferða að meðaltali undanfarin ár. Hvalveiðimönnum og hvalaskoðunarfyrirtækjum ber sum sé saman að erfiðara sé að finna hrefnuna nú en áður, þó þau telji ástæðurnar vera ansi hreint ólíkar. Hvalaskoðunarfyrirtæki telja að hrefnuveiðarnar hafa áhrif en hvalveiðimenn telja aukin makríl við Íslandsstrendur hafa helst áhrif. Hvort heldur sem má ljóst vera að starfsemi þessara ólíku fyrirtækja fer illa saman á sama svæði. Hér í þessum sal fólk ekkert endilega sammála gildi eða réttmæti hvalveiða. Það allt í lagi og ekki til umræðu hér. Heldur hitt sem við erum sammála að hvalaskoðun og hvalveiðar rúmast illa á sama svæði. Því hefur mér hlotnast sá heiður að tala fyrir tillögu borgarfulltrúa allra flokka sem við teljum vera lið í lausn málsins. Tillagan svohljóðandi með leyfi forseta og ég tek fram að í samráði við aðra flokka hefur tillögunni verið breytt lítillega og við munum senda hana á forseta innan skamms en hún sum sé svohljóðandi eftir möndl og breytingar. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á ríkisstjórnina að stækka griðarsvæði hvalaskoðunarsvæði í Faxaflóa og minnir á að gríðarmiklir hagsmunir íslenskrar ferðaþjónustu eru að veði. Uppbygging hvalaskoðunarfyrirtækja við gömlu höfnina hefur styrkt og eflt mannlíf á svæðinu þar sem þúsundir ferðamanna leggja leið sína á svæðið og njóta þar afþreyingar og þjónustu með tilheyrandi tekjuauka fyrir þjónustuaðila og Reykjavíkurborg. Tilvitnun lýkur. Vorið 2013 var griðarsvæðið stækkað umtalsvert í samræmi við niðurstöður nefndar sem falið var að móta stefnu í hvalveiðimálum af hálfu ríkisins. Stækkunin var umtalsverð en þó mun minni en nefndin hafði lagt til. Hún náði sum sé griðarsvæðið náði þá frá Garðskagavita að Skógarnesi. Síðar sumarið urðu ríkisstjórnarskipti og var þá ákvörðun nýs ráðherra að ógilda ákvörðun forvera síns og minnka svæðið til fyrra horfs. Forseti, hvalaskoðunarfyrirtæki hafa verið að vaxa og dafna í gömlu höfninni í Reykjavík. Þau eru gríðarmikilvæg fyrir borgarlífið, höfnina og miðborgina, þar sem erlendir ferðamenn staldra nú lengur við en áður, það meira líf og fjölbreyttari viðskipti. Hvalaskoðun ein vinsælasta afþreying erlendra ferðamanna hér á landi, aðeins Bláa lónið stærra á landsvísu. Tekjur af miðasölu árið 2013 eru metnar á 1,5 til 1,7 milljarða króna og að afleiddar tekjur með ýmsum tilfærslum séu 2,7 milljarðar króna. Til að tryggja vöxt og viðgang ábyrgrar hvalaskoðunar telur borgarstjórn því brýnt að griðarsvæðið verði stækkað og best ef að farið yrði í ítarlegri rannsóknir á hátterni dýranna á sama tíma þannig að hægt verði að byggja ákvarðanir á tryggari gögnum en nú gert. Griðarsvæði eru ekkert ný fyrirbæri, þau eru þekkt og hafa verið til langt skeið. Elsta griðarsvæðið hefur verið í Glacier-flóa í Alaska frá árinu 1925 og veitir þar hvölum og höfrungum mikilvæga vernd.
Eins eru til alþjóðleg griðarsvæði svo sem Ligurian griðarsvæðið í Miðjarðarhafinu sem var stofnað af Frakklandi, Ítalíu og Mónakó og Suðurhafa griðarsvæðið sem stofnað var árið 1994. Nú er talað að stofna annað í Suður-Atlantshafi og Suður-Ameríkuríki hafa beitt sér fyrir því en ekki náði í gegn og endanlega. En, kæri forseti og ágæta borgarstjórn, það er gleðiefni í hvert skipti sem borgarfulltrúum tekst að vera sammála og það á við þetta mál, vona ég. Á fundi með hvalaskoðunarfyrirtækjum í Hörpu í vor lýstu frambjóðendur allra flokka yfir eindregnum vilja sínum til að beita sér fyrir stækkun griðarsvæðisins og sama hvað hver segir að þá efnir stjórnmálafólk stundum orð sín. Nú er komið að því að borgarstjórn beiti sér í sameiningu fyrir því að ríkisvaldið stígi nauðsynlegt skref til að tryggja áframhaldandi vöxt og velgengni hvalaskoðunar í Reykjavík með tilheyrandi áhrifum á fyrirtæki og mannlífi í borginni og það er í þeirri von sem að ég gerir ráð fyrir að tillagan verði samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hyggst nú ekki styðja þessa tillögu sem hér er til umræðu. Mér finnst alls ekki nægileg gögn hafa fylgt þessari tillögu þegar við erum að tala stækkun á svokölluðu griðasvæði hvala. Þá myndi ég vilja sjá hvaða nákvæmlega svæði við erum að tala um. Ég veit nokkurn veginn svona hvaða svæði þetta er núna en ég myndi vilja sjá svart á hvítu hvað meirihluti borgarstjórnar meinar þegar hann segist þetta stækka svæðið. Þannig að ég tel að hér eru mikilvægt mál að ræða. Að sjálfsögðu er þetta mikilvæg hagsmunamál í tveggja atvinnugreina, bæði hvalveiði manna og svo hvalaskoðunar fyrirtækja. Það hefur verið mjög gaman að fylgjast með uppgangi hvalaskoðunar fyrirtækja hér í Reykjavík á undanförnum árum og eftir þeim upplýsingum sem ég hef fengið þá hefur þetta ekki skarast. Mér skilst að þessi atvinnugrein hefur getað vaxið og dafnað og fólk hefur mjög oft séð hval. Það er mjög hátt hlutfall í þessum hvalaskoðunarferðum sem nær að sjá þessi blessuðu dýr. Með sama hætti þá hefur verið hægt að veiða hvali eða hrefnu í Faxaflóa. Þannig að ég sé ekki betur en svona í aðalatriðum þá hafa þær atvinnugreinar getað dafnað hlið við hlið. Það er ákveðin lína nú þegar sem menn veiða ekki hvali innan og mér er sagt að minnsta kosti að í fæstum tilvikum þá fari hvalaskoðunarbátar út fyrir þá línu. Og ef það er rétt þá velti ég fyrir mér af hverju í ósköpunni sé þá verið að færa línuna út. Auðvitað viljum við sýna atvinnulífinu stuðning en ef það er þannig eins og er fullyrt við mig að hvalaskoðunarbátar þeir fari yfirleitt ekki út fyrir þessa línu þá sé ég ekki alveg hvernig þetta á geta farið saman. Sá sem mælti hér fyrir tillögunni, Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi, hún gat þess sjálf í ræðu sinni að gögnin á bakvið slíkar ákvarðanir mættu vera tryggari. Það væri æskilegt að byggja slíkar ákvarðanir og tryggari gögnum heldur en nú er gert. Og ég get tekið undir það. Ég held að áður en við tökum slíka ákvörðun þá ættum við að fá alvöru gögn til þess að fara yfir. Ég verður miskunnsamur að segja það að þau gögn sem ég hef fengið og þau voru nú ekki send út með þessari tillögu heldur bara gögn sem ég aflaði mér á netinu að þau hafa ekki sannfært mig að það sé rétt að gera þetta. Við megum heldur ekki gleyma því að þegar við erum að fjalla atvinnuréttindi manna þá er ekki endilega svo að rökstuðningurinn að fórna meiri hagsmuni fyrir minni eða fórna minni hagsmuni fyrir meiri á endilega við. Ef við viðurkennum á annað borð að það sé lögmætt og rétt að veiða hvali sem við höfum leyft af ýmsum ástæðum þá
þá væntanlega viðurkennum við það að þeir sem stunda þessa veiðar, þeir njóti ákveðinna atvinnuréttinda og mér finnst það ekki góður rökstuðningur að rökstyðja skerðingu atvinnuréttinda þótt að sumum finnist að það sé í litlu. Rökstyðja hann við því að þarna sé einhverjir tvenns konar hagsmunir á ferðinni og það sé allt í lagi að fórna öðrum hagsmunum vegna þess að þeir séu minni heldur en hinni hagsmunir. Þetta finnst mér skipta máli. Þegar við ræðum atvinnuréttindi, mannréttindi, það hefur verið meira rætt mannréttindamál í borgarstjórn á liðnum árum heldur en oft áður, held ég get leyft mér að segja. Og þá held ég að menn hljóti að sjá muninn á þessu. Það er ekki endilega góð röksemd að segja þarna eru svo miklir hagsmunir sem við getum fengið að það er sjálfsagt að fórna einhverjum minni hagsmunum í staðinn. Og ég er heldur ekki sannfærður það að þetta verði til þess að bæta aðstöðu hvalaskoðunar fyrirtækjanna. Ég man ekki betur en að vísindamenn hafi bent á það, þeir hafi talað um að þetta eigi sér líffræðilegar ástæður, að það hefur minna sést af hval í ár heldur en oft áður og líka veist minna af hval. Þannig að ég til algjört lágmark að áður en svona ákvörðun er tekin að skora á ríkisstjórnina í þessu máli, að þá séu vandaðri og ítarlegri gögn send út með slíkri tillögu en hér hefur verið gert og til að svona mál verðskuldi þá að minnsta kosti rækilegri umræðu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúin Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp og fagna þessari tillögu. Ég held að hún sé bara mjög mikilvæg. Það var vitnað hérna áðan í fund sem að nokkrir frambjóðendur allra flokkarinnar, frambjóðanir sem buðu fram í borgarstjórnarkosningunum í vor voru í Hörpunni, þar sem var verið að fjalla um þetta mál í raun og veru. Og það var svona, já, þetta var nú eini fundur, reyndar eini fundur hérna í þessari kosningabaráttu þar sem allir voru sammála og ríkti svona einhugur og þess vegna er nú mjög ánægjulegt að málið skuli vera komið hingað á þetta stig og fulltrúar allra flokka skuli geta sameinast að standa að baki þessu góða máli. Það er auðvitað þannig að það eru sko deildar meiningar hvalveiðar sem slíkar og þessi tillaga auðvitað tekur ekki á því, tekur ekki í raun og veru á þeim meiningamun. Hitt vitum við auðvitað að það er í sjálfsveit talsvert meiri eftirspurn í dag eftir hvalaskoðun heldur en hvalkjöti. Vissulega margir sem að dásama hvalkjötið og það getur auðvitað undir vissum kringumstæðum verið bragðgott. Auðvitað er smekkur, spilar smekkur fólks þar inni líka. Sumum líkar það vel og öðrum síður. Sumt fólk auðvitað borðar alls ekki kjöt en það er önnur saga. En ég held að sé minni meiningamunur varðandi það að sjá hval í náttúrulegum heimkynnum. Hval á sundi. Það er tilkomið mikil sjón. Það vita allir sem hafa upplifað það. Og meira segja þeir sem hafa ekki upplifað það vita það. Þeir hafa heyrt flestir fjálglega lýsingar af slíkri upplifun. Bara fyrir mína parta, ég hef nú aldrei farið, ég hef reyndar aldrei farið í hvalaskoðun á Íslandi.
og það er nú kannski ástæða til að bæta úr því áður en að ég heið fyrsta, en enda rekin ansi blómleg starfsemi hvalaskoðunarfyrirtækja hér í Reykjavík. Ég hef séð hval reyndar, ég hef séð hval á Grænlandi, Grænlandshafi og það var ákaflega tilkomumikið, eftirminnilegt. Og ég hef líka séð hval á sundi, hvali á sundi fyrir utan ströndum Austurlands þegar ég stundaði sjómennsku og það var líka eftirminnilegt. Mun eftirminnilegra reyndar en þau skipti sem að ég hef borðað hvalkjöt, en ég man reyndar, nú gaman að geta þess að því að hvalkjöt, það er nú oft talað hvalkjöt sko, sem mikla dýrðar vöru og ég man að þegar ég var krakki þá var ég lítið spenntur fyrir þessu. Og einhvern tíma brá móður mín á það ráð að elda hvalkjöt án þess að segja okkur hvað var í raun á borðum og dulbjóð þetta sem nautakjöt og það var í fyrsta skipti sem ég borðaði hvalkjöt með góðri list. Það er nú útúrdúr. En allavega það sem að ég fagna nú mest hér er það að við skulum vera að fara að samþykkja þessa góðu tillögu, eða flest okkar allavega, gerir ráð fyrir. Og það skuli vera þó nokkuð mikil eining það. Og ég vissum að þetta fer ekkert sérstaklega vel saman, hvalveiðar og hvalaskoðun svona á sama svæði og hafið stórt og eins og ég segi eftirspurn eftir hvalkjöti svo sem að mörgu leyti takmörkuð en tiltölulega auðvelt að nálgast þessi dýr utan þessa í raun mjög litla svæðis ef maður tekur nú landhelginni í heild. En mér langar að með leyfi forseta að enda þetta á ljóðrænum nótum og fá að lesa hér upp brot af ljóði skáldsins Bubba Morthens sem að orti hvalveiðar árið og það hljóðar einhvern veginn svona með leyfi forseta. Í dögun sefur spegill hafsins, kjölur býr til sár. Skutullinn bíður komu hvalsins, klífur loftið kaldur nár. Dauðan mun hann líta, því augans þrá að sjá, hvort hafið sé jafn fallegt, fjöllin jafn tignaleg og ísröndin jafn blá. Takk fyrir. Það hefur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Það er ánægjulegt að þetta sé loksins koma á dagskrá hérna hjá okkur. Stækkun griðasvæðis hvala við Faxaflóa. Við í Framsóknarfloknum komum til að samþykkja þessa tillögu en ég vil eðli málsins samkvæmt gera grein fyrir afstöðu minni með bókun sem ég sendi á ritara hér á eftir sem svo hljóðandi. Mikilvægt að báðar atvinnugreinarnar, hvalveiðar og hvalaskoðun ná að blómstra á Íslandi. Framsóknarflokkurinn samþykkja tillögu þessa þar sem áskorun sú sem hér liggur til samþykktar þess efnis að réttur eins aðila útilokar ekki annan. Slíkt ekki réttlætanlegt að gera nema vísindalega niðurstöðu liggi til grundvallar slíkri útilokun. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu, þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka undir ánægju með það að breið samstaða og raun ber vitni hefur náðst þetta mál. Það kemur út af fyrir sig ekki á óvart vegna þess að þetta öðrum þræði lagt upp sem hagsmunamat og það alveg ljóst að ferðaþjónustan einn af burðarásum í atvinnulífi í Reykjavík, hefur vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum, skilar mestum gjaldeyristekna allra greina og hefur verið að kalla mjög eftir skýrri afstöðu borgarstjórnar í þessu lykil hagsmunamáli greinarinnar.
og þess vegna er það ánægjulegt að þetta liggi fyrir hér í dag og mun senda skýr skilaboð sem vonandi leiði til breytinga á skilgreiningu á griðlandi eða hvalaskoðunarsvæði í Faxaflóa og við munum öll gera það sem í okkar valdi stendur til að fylgja því eftir. Háttvirtur borgarstjóri lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Þessi tillaga sem hér er til umræðu og hefur breyst nokkuð og það er talað bæði hvalaskoðunarsvæði og greiðasvæði hvala. Þetta snýr auðvitað þegar maður horfir á landi í heild, þá snýr þetta auðvitað að frekar litlu svæði. Eins og svæði er núna og þær hugmyndir sem voru stækkun og reyndar svo stækkun sem var framkvæmd af þáverandi ráðherra, Steingrími J. Sigfússyni, en var svo tekin tilbaka. Í báðum tilfellum er þetta ekki mjög stór svæði sem eru ætluð fyrir hvalaskoðunina, en mér skilst að þau séu nægjanlega stór og það er það sem að mér finnst mikilvægt í þessu, það er það að við erum að horfa á vaxandi atvinnugrein, ferðaþjónustan, hvalaskoðunin, sem að þarf auki rými, en leið erum við að ekki að útiloka þá atvinnugrein sem er hér gömul og gamalgróin, hvalveiðarnar, þó að við samþykkjum áskorandi ríkisstjórnar, óútfærðar reyndar áskorun það hversu stórt svæði er. Við erum ekki að útiloka hvalveiðarnar þó að við samþykkjum slíka áskorun, alls ekki. Og mér finnst mjög mikilvægt að við séum að horfa á atvinnugreinar sem eiga geta þrifist hlið við hlið þó að hvalaskoðun sé að aukast og þurfi auki rými. Ég tel að bara mjög ánægjulega þróun sem hefur verið orðið í ferðaþjónustunni og bara gaman að fylgjast með hvernig breytingin er að verða hérna niður í gamla hafnarsvæðinu, hvernig uppbyggingin í kringum ferðaþjónustuna er að bæta allt umhverfi þar og bara hversu mikil drift og blómi er þar, bæði í veitingahúsabransanum og svo í hvalaskoðunni og öðrum tengdum ferðum. Þannig að þetta er orðin bara stóra atvinnugrein sem að við eigum auðvitað að hugsa eins og aðrar atvinnugreinar. Þannig að mér finnst þetta bara ákveðið jafnræði, eða við erum að leggja áherslu á ákveðið jafnræði með því að gera þetta. Ég er með örstutta bókun, vill forseta ég lesa hana hér. Undirritað samþykki tillögu stækkun hvalaskoðunarsvæðis á þeim forsendum að hvalaskoðun er vaxandi atvinnugrein sem skila sífellt auknum tekjum. Jafnan styður hann hvalveiðar og telur að báðar atvinnugreinarnar geti þrifist hlið við hlið þó að hvalaskoðun sé að aukast og þurfi auki rými. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nota tækifærið og fagna þessari tillögu og hún er að mínum mati löngu tímabær og ég tek líka undir það sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sagði að með þessu er ein atvinnugrein ekki að útiloka aðra og því finnst mér alls ekki hægt að setja það þannig fram eins og mér fannst borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vilja gera. Nema ég hefði misskilið. En að mínum mati hefur þetta allavega tvo stóra kosti þessi tillaga ef hún fram að ganga að það er rauninni svona eins og tvöföld varúðarráðstöfun. Það er fullyrt ekki sjálf vitað hvað veldur því að minna sést í hval eða jafnvel minna hvali á ákveðnum stöðum og meðan það er ekki nákvæmlega vitað er rétt að fara varlega. Meðan við vitum ekki nákvæmlega hvað veldur þá ber einmitt að fara varlega og þá ber einmitt að stækka friðunarsvæði frekar en að minnka þau. Það er svo varúðarregla sem ætti að gilda gagnvart náttúrunni. Og svo er það líka ákveðin varúðarregla gagnvart þessari gríðarlega merkilegu og flottu atvinnugrein sem að hvalaskoðunin er og það var rakið hérna áðan hvað hún skiptir fjárhagslega miklu máli í borginni, hvað miklar tekjur
koma hér inn í borgina, hversu margir starfa við hana og hversu stór þáttur þetta er orðið í sem sé efnahagslífi borgarinnar fyrir utan allt það ótrúlega líf sem að hefur orðið til við höfnina og það er engin spurning að hvalaskoðunin á mjög stóran þátt í því og það eru mjög mikil verðmæti þar á ferð. En við Íslendingar höfum líka alveg ástæðu til þess að vera líta aftur í söguna aðeins. Það er ekkert óskaplega langt síðan reyndar Íslendingar fóru að stunda hvalveiðar. Það voru Norðmenn held ég sem að kenndu Íslendingum að stunda hvalveiðar seint á 19. öld. Hér komu fram, ef ég man rétt, fyrstu friðunar ákvæðið að friðunar lög hvalveiðar á Íslandi, á ótta við ofveið og hvali. Og svo ætlaði ég að því það var farið hér á ljóðrænar nótur og mér langar að nota tækifærið og vitna hér í Jóhannes Kjarval í grein sem hann skrifaði 1948 með leyfi forseta í Morgunblaðið sem hann kallaði hið stóra hjarta og hann var mjög framsýnn eins og listamenn eru stundum. Hann sem sagt sá að það veri miklu meira viti því að vera með hvalfriðunarskip heldur en hvalveiðiskip. Þetta sá hann 1948. Og hvalaskoðunarskipin eru einmitt hvalafriðunarskip. En með leyfi forseta þá langar mér að vitna í þessa grein og hún er svona, tilvitnun hefst. Það sem við getum gert í þessu efni er að byggja hvalafriðunarskip. Á sama tíma og hyggja annarra útgerðarfélaga stefnu til þess að veiða hið stóra hjarta er nokkuð frjálsara, óháðara og hlutlausara en að sjá hvali fara stefnur sínar á flötum hafsins. Hvalfriðunarskip myndi miklu ódýrara í rekstri en veiðútgerðin. Hinn umkomulausasta volduga vera hafsins sem fyrir löngu komst á svo hátt þroskastig titrar nú og skelfur í hafdjúpunum fyrir tækni mannsandans. Ef við getum stuðlað því að byggja hvalafriðunarskip er spor stigið til lífsins leiða og svo getum við byrjað á að taka ofan fyrir hvölunum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá göngum við til atkvæða tillöguna. Hér eru allir í salnum. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til annars liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata samkeppni vegna Intercultural Cities. Og til máls tekur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti, kæru borgarfulltrúar, hér liggur fyrir tillaga þess efnis að mannréttindaskrifstofu verði falið að efna til hugmyndasamkeppni vegna alþjóðlega verkefnisins Intercultural Cities. Sú samkeppni myndi miðast að tvennu, annars vegar að finna íslenska þýðingu á þessu hugtaki Intercultural. Þessi ákveðna hugmyndafræði sem er notast við í þessu verkefni sem er á vegum Evrópuráðsins, það er örlítið annaðs eðlis en það sem að margir hafa tamið sér og eru orðnir vanir sem að er multicultural og hefur verið þýtt sem fjölmenning eða fjölmenningarlegt á íslensku. Og í anda þess að við Íslendingar og borgarbúar náum að átta okkur í sameiningu á hvað þetta hugtak þýðir og út af hvað aðferðafræði þessa Intercultural Cities gengur, þá er tilvalið að borgarbúar sjálfir taki þátt í því að móta hugtakið og þýða og í leiðinni velta vöngum yfir því hvað þetta þýðir og hvað merkingu þetta hefur fyrir okkur og fyrir stjórn borgarinnar. Hinn hlutin lítur að því að finna slagorð fyrir þáttöku borgarinnar í átakinu eða verkefninu.
Þetta hefur verið gert víða í þeim borgum sem að hafa verið með í þessu verkefni, að það fundið svona eitthvað svona slagorð, eitthvað svona orð sem að lýsa anda verkefnisins og merkingu þess fyrir viðkomandi borg. Og það þá önnur leið til þess að vekja athygli á verkefninu og skapa umræðu og svona virkja fjöldan í því að finna hvað verkefni þýðir. Nú voru umræður skýrslu verkefnistjórnar á vegum Intercultural Cities sem fór fram hér í borgarstjórn 21. október. Það sem gerði úttekt á stöðu Reykjavíkurborgar miðað við þá mælikvarða og þá aðferðafræði sem að þetta Intercultural Cities gengur út frá, og þar kom nú fram svona áskorun það að þetta orðið yrði þýtt, sem náttúrulega alveg sjálfsagt og eðlilegt, og það að gera að láta reyna á hvort að þetta sé ekki góðu leið til þess að skila góðri þýðingu á hugtakinu. En svo ég fari aðeins stuttlega yfir út á hvað Intercultural Cities gengur út frá, þá þetta ákveðin aðferðafræði og verkferlar sem að miða að því að virkja fjölbreytileikann og passa í leiðinni að hann fari í góðan farveg og fólk geti lifað svona í sátt og samlyndi hvert við annað, að efla og stuðla að góðum samskiptum á milli ólíkra hópa og að tryggja það að í öllum ferlum og stefnumótun og skipulagi og öðru sé að tekið tillit til allra og mismunandi þarfa þeirra. Nú það náttúrulega þannig að í þessu gamla orðið okkar, gamalgróna fjölmenning, sem að vissu leyti svipað, þá kemur oft upp í hugann innflytjendur, tungumál þeirra og öðruvísi menning, en sjálfum finnst mér þetta bara vísa líka dálítið í nútímann. Við öll töluverðum tengslum við erlenda strauma og þeir eru hér víða, og þetta getur verið alveg sitt á hvað innlent og hvað erlent. En hið góða við þessa nýja nálgun intercultural að þar líka lögð rík áhersla á að rækta það sem við sameiginlegt, það sem að stuðlar að svona sameiginlegri vitund okkar og gefur okkur færi á að velta fyrir okkur hvað það sem sameinar okkur líka. Og ég held að það sé vel við hæfi að taka smá umræðu það núna þegar jólin ganga í garð, sem hátíð kærleikans og friðarins og samheldninnar. En þessi tillaga sem borin upp og ég vonast eftir að vel sé tekið í hana og við meirihlutanum, og að þetta verði til þess að vekja áhuga á þessu fyrirbæri intercultural, og að við finnum svona okkar íslenska sess í þessari hugmyndafræði og þessu fyrirbæri. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Í kemur upp það nokkrar spurningar sem að ég myndi gjarnan vilja fá svar við frá þeim sem bera fram tillöguna áður en við göngum til atkvæðagreiðslu hana. Og það snýst kannski fyrsta lagi, einhver kostnaður sem verður þessu samfara? Erum við að fara að veita einhver verðlaun fyrir þá sem að vinna þá þessa samkeppni? Og ég hef einnig velt því fyrir mér að nú erum við með mjög fína höfuðborgarstofu sem hefur starfað að markaðsmálum og með markaðssérfræðinga. Hvort að þessu sé ekki bara betra best farið innan þess sérfræðingahóp sem við höfum að ráða í borginni, í staðan fyrir að vera að leggja út í einhvern aukinn mögulega ytri kostnað. En ég óska kannski eftir svari við þessu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur þetta borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Það hefur verið gengið út frá því í þessu verkefni að kostnaður verið haldið í lágmarki. Við höfum ekki útilokað einhvers konar verðlaun verið veitt en það verið ekki verið tekin ákvörðun í því. Það var talið eðlilegt að fá fyrst fram vilja borgarstjórnar og útfæra þetta síðan og leggja málið fyrir borgarráð að því loknu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Við göngum til atkvæða tillöguna. Þeir sem samþykkja hana gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Má ég endurtaka atkvæðagreiðsluna? Fólk lagði, já, þeir sem samþykkja hana gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 13 samhljóða atkvæðum og 2 hjásetum. Þá förum við í 3. lið á dagskrá sem er